Góðan daginn. Ég set hér fund bæjarstjórnar nr. 407 sem haldið í bæjarstjórnarsal þriðjudaginn 25. janúar árið 2022 og hófst fundurinn klukkan 17:16. Fundinn sitja Lárus Ásmar Hannesson, Erla Friðriksdóttir, Haukur Garðarsson, Steinunn Magnúsdóttir, Guðmundur Kolbeinn Björnsson, Gunnlaugur Smárason og Hrafnhildur Halldórsdóttir. Og hér er einnig Jón Sindri Emilsson, aðstoðarmaður bæjarstjóra, Jón Þór Örn Jónsson sem ritar fundargerð og Jakob Björgvin Jakobsson, bæjarstjóri. Hér eru 18 liðir á dagskrá og göngum við þá til dagskrá. Fyrsti liður er fundargerð bæjarráðs frá fundi nr. 635, lögð hér fram til kynningar og orðið er laust. Enginn kveður sér hljóðs. Liður 2, afgreiðslufundur byggingarfulltrúa nr. 18, lögð frá fundargerð hér til kynningar og orðið er laust. Enginn kveður sér hljóðs. Liður 3, lögð frá fundargerð skóla- og fræðslunefndar frá fundi nr. 189, fundargerð lögð hér fram til kynningar og orðið er laust. Enginn kveður sér hljóðs. Liður 4, skipulags- og byggingarnefnd, lögð hér frá fundargerð fundar nr. 256, skipulags- og byggingarnefndar, fundargerð lögð hér fram til kynningar og orðið er laust. Enginn kveður sér hljóðs. Liður 5, fundargerð Sambands íslenskra sveitarfélaga frá fundi nr. 904 og 905. Fundargerðirnar hafa jafnframt verið birtar á vef sambandsins með þeim gögnum sem lögð voru fram á fundinum. Fundargerðirnar er lagðar hér fram til kynningar og orðið er laust. Enginn kveður sér hljóðs. Liður 6, fundargerð 64. fundar stjórnarsamtaka sjávarútvegsfélaga, lögð hér fram til kynningar. Þessi fundur fór frá mánudaginn 13. desember 2021 og orðið er laust. Enginn kveður sér hljóðs. Liður 7, ársfundur fulltrúa svæðisgarðsins Snæfellsnes, lögð hér frá fundargerð ársfundar svæðisgarðsins Snæfellsnes 2021, lagt hér fram til kynningar og orðið er laust. Enginn kveður sér hljóðs. Liður 8, tillaga breyting á samþykktum stjórn Stykkishólmsbæjar. Lögð fram uppfærð tillaga breyting á samþykktum stjórn Stykkishólmsbæjar vegna breytinga á samþykktum stjórn Stykkishólmsbæjar sem snýr að umboði skipulagsfulltrúa til ákvarðanatöku ásamt nýju erindisbréfi skipulagsnefndar sem og heimild til að taka þátt með rafrænum hætti í fundum bæjarstjórnar og nefnda og ráða á vegum sveitarfélagsins en sú heimild var ekki fyrir tillögu. Einnig er lagður fram tölvupóstur frá samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu þar sem kemur fram að sveitarfélögum ber mæla fyrir rétt sveitarstjórnarmanna til að taka þátt í fundum sveitarstjórna og í nefndum og ráðum á vegum sveitarfélagsins með rafrænum hætti í samþykktum stjórn sveitarfélaga. Bæjarráð samþykkti á 631. fundi sínum að vísa tillögunni til umsagnar í skipulags- og byggingarnefnd. Skipulags- og byggingarnefnd gerði á 255. fundi sínum ekki athugasemdir við tillögu bæjarráðs að breyting á samþykkt bæjarins umboð skipulagsfulltrúa til ákvörðunartöku og nýtt erindisbréf sem breytir heiti nefndarinnar í skipulagsnefnd. Bæjarráð samþykkti á 631. fundi sínum tillögu að breytingu á samþykktum stjórn Stykkishólmsbæjar varðandi fjarfundi og meðferð skipulagsmála og leggur til við bæjarstjórn að samþykkja tillöguna að teknu tilliti til umræða á fundinum. Og orðið er laust undir lið 8. Og enginn kveður sér hljóðs. Bæjarstjórn samþykkir að vísa tillögunni til síðari umræðu í bæjarstjórn. Hver eru samþykkið þessu? Og það er samþykkt samhliða. Liður 9, skólastefna Stykkishólmsbæjar. Bæjarráð frestaði á 624. fundi sínum ákvörðun hvort að núverandi skólastefna Stykkishólmsbæjar yrði framlengd eða endurskoðuð og uppfærð. Lagt er nú til að skipaður verði starfshópur sem fær það hlutverk að endurskoða skólastefnu Stykkishólmsbæjar.
Starfshópurinn verði skipaður bæjarráði ásamt fulltrúum frá skóla- og fræðslunefnd, grunnskóla, leikskóla, foreldrafélagi grunnskóla, foreldrafélagi leikskólans, nemendafélagi grunnskólans og tómstunda- og æskulýðsfulltrúa. Bæjarráð samþykkti á 635. fundi sínum að skipaður verði starfshópur með það hlutverk að endurskoða skólastefnu Stykkishólmsbæjar og samþykkti jafnframt að starfshópurinn verði skipaður forseta bæjarstjórnar ásamt fulltrúum frá skóla- og fræðslunefnd, grunnskóla, leikskóla, foreldrafélagi grunnskóla, foreldrafélagi tónlistarskólans, foreldrafélagi leikskólans, nemendafélagi grunnskólans, deildarstjóri tónlistarskóla og tómstunda- og æskulýðsfulltrúa. Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að staðfesta þessa tillögu. Orðið er laust undir lið 9. Enginn hefur kveðið sér ljós. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs skipun starfshóps endurskoðun skólastefnu Stykkishólmsbæjar og felur bæjarstjóra umboð til að ganga frá skipan í hópinn. Hverjir eru samþykki þessu? Og það er samþykkt samhliða. Það var liður 10, stefna gististaði á íbúðasvæðum, breytingu á aðalskipulagi. Lögðu fram til samþykktar breytingu á aðalskipulagi gististaði í íbúðabyggð. Lýsing fyrir skipulagsverkefnið var auglýst og birt þann 3. mars 2021 í samræmi við 1. málsgreinar 30. greinar skipulagslaga með vísan í 36. grein laganna með fresti til ábendinga fyrir lok mars. Ábendingar sem bárust voru til umfjöllunar á fundi skipulags- og byggingarnefndar þann 12. apríl 2021 og voru hafðar til hliðsjónar við frekari vinnslu tillögunnar. Skipulags- og byggingarnefnd afgreiddi vinnslutillögu til kynningar samkvæmt 2. málsgrein 30. greinar skipulagslaga á fundi sínum 3. maí 2021. Bæjarstjórn samþykkti afgreiðsluna þann 12. maí 2021 og í samræmi við þá afgreiðslu var tillagan auglýst og birt á vef sveitarfélagsins þann 18. maí og gefin 3 vikna frestur til að senda inn ábendingar hana. Tillagan var þá jafnvel send til umsagnar eftirtaldra aðila og þeim gefin sami frestur til umsagnar. Félag atvinnulífs í Stykkishólmi, Ferðamálasamtök Snæfellsness, Heilbrigðiseftirlit Vesturlands, Samtök ferðaþjónustunnar, Slökkvilið Stykkishólms og nágrennis, Sýslumaður á Vesturlandi og Svæðisskipulagsnefnd Snæfellsness. Þegar kynningar umsagnartími vinnslutillögu var liðin var fjallað þær umsagnir og ábendingar sem bárust og þær afgreiddar á fundi skipulags- og byggingarnefndar þann 13. september 2021 og gaf bæjarstjórn þann 30. september og af bæjarstjórn þann 30. september. En umsagnir með auglýsta vinnslutillögu bárust frá Sjávarborg ehf, Hótel Franciscus, Heilbrigðiseftirliti Vesturlands og Sigurbjarti Loftssyni. Tillagan var það jafnframt afgreidd til athugunar Skipulagsstofnunar fyrir formlega auglýsingu samkvæmt 3. málsgreinar 30. greinar skipulagslaga. Skipulagsstofnun gerði ekki athugasemdir við tillöguna, samanber umsögn dagsett 28. október 2021 og var tillagan því auglýst samkvæmt 31. grein skipulagslaga með 6 vikna athugasemdafresti. Auglýsingin var birt á vef Stykkishólmsbæjar í Skessuhorni og í Lögbirtingablaðinu. Frestur til að gera athugasemdir var til og með 30. september 2021. Sjálf tillagan var birt á vef bæjarins og lá frammi til sýnis á bæjarskrifstofu. Tölvupóstur með tillögunni var jafnframt sendur til allra sem gert höfðu athugasemdir. Engar frekari athugasemdir bárust. Ein minniháttar ábending barst frá Heilbrigðiseftirliti Vesturlands og hefur texti verið lagfærður í samræmi við hana. Sjá nánar á blaðsíðu 7. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkti á 257. fundi sínum fyrir sitt leyti tillögu að breytingu á aðalskipulagi Stykkishólms 2002-2022 gististaði íbúðabyggð og fól skipulagsfulltrúa að lagfæra tillöguna til samræmis við ábendingu Heilbrigðiseftirlits Vesturlands. Skipulags- og byggingarnefnd hefur þegar lagt til breytingar á reglum Stykkishólmsbæjar bílastæðafjölda samhliða breytingum á aðalskipulagi gististaði íbúðabyggð. Jafnframt lagði nefndin til við bæjarstjórn að tillagan verði samþykkt og send Skipulagsstofnun til staðfestingar í samræmi við 32. grein skipulagslaga. Bæjarráð samþykkti á 635. fundi sínum tillögu að breytingu á aðalskipulagi Stykkishólms 2002-2022 gististaði íbúðabyggð. Jafnframt leggur bæjarráð til við bæjarstjórn að tillagan verði samþykkt og send Skipulagsstofnun til staðfestingar í samræmi við 32. grein skipulagslaga. Og orðið er laust. Erla Friðriksdóttir og lista yfir beðið orðið. Gerðu svo vel, Erla. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, við samþykktum þetta ekki síðast þetta var til umfjöllunar og við höfum ekki skipt skoðun, við höfum viljað sjá með tilliti þeirra athugasemda sem að bárust að þetta hefur verið unnið í betra samráði við hagsmunaaðila. Þannig að við vísum í bókun okkar frá fundi
402 sem var haldinn hér 30. september. Takk fyrir Karla. Fleiri sem vilja kveðja sér ljós. Lárus Osborn, Ellista, gerðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, þetta er svona svolítið bara álíka og kemur hérna fram í máli Erlu áðan. Ég samþykkti þetta ekki þegar þetta kom hérna fyrir á sínum tíma. Ég lýsti þeirri skoðun minni að ég teldi að það væri farsælla að rauninni víkka út svokallað miðbæjarsvæði þar sem þetta væri heimilað og jafnvel að taka það eins inn Skúlagötu og hérna upp Hafnargötu og við vorum bara sammála og vorum ósammála í þessu. Í þessu máli er stundum talað sko hver er réttur manna að nýta fjárfestinguna sína. Það er í sjálfu sér ágætis rök þannig, en þegar maður kaupir hús í íbúðabyggð þá veit maður nákvæmlega hver manns réttur er. Það er ekki að nýta þetta sem atvinnuhúsnæði. Og þá spyr ég líka sko hver er réttur hinna sem að búa við hliðina á þessari þjónustu. Það hefur ekki verið vinsælt meðal bæjarbúa víða. Annað sem kemur fram í þessu, það er þessi mikla og málefnalega gagnrýni sem kemur á þetta frá þeim sem að rauninni að reka hótelin hér í bænum og í rauninni í samkeppni við þessa þjónustu. Það er að segja gistihús í flokki 2. Þannig að ég var á móti þessu þá og það hefur ekki breyst. Ég greiða atkvæði gegn þessu aftur núna og vísa bara í fyrri bókun og rökstuðning minn. Takk.